Þá upptaka hafin. Ég ætla að deila með ykkur skjánum. Já, þá ætlum við bara að fara að byrja þetta. Ólafur Sveinn heiti ég, deildarstjóri samskipta og félagslífs hérna í Tennskólanum. Með mér á fundinum eru Lára og Sigurborg og Rósa, en við fjögur sjáum skipulag og framkvæmd á þessari útskrift. En útskriftardagur settur 30. maí næstkomandi í Silfurbergi. Og þessi upplýsingafundur snýst svona fyrst og fremst það bara að fara yfir skipulagið, hvernig athöfnin fer fram og í raun og veru svona hvað þetta eftir að taka langan tíma og svona allar helstu praktísku upplýsingar. Ég bið ykkur að bara hinkra með spurningar eftir að kynningu lýkur. Þetta tekur ekki langan tíma. Við förum bara rétt í gegnum þetta. En staðan svo að við verðum í Silfurbergi sem næststærsti salurinn í tónlistarhúsinu Hörpu og þar hægt að koma fyrir svona cirka 900 manns og það þýðir að við þurfum að skipta athöfninni í tvennt og þið munum fá tölvupóst sem að útskýrir nákvæmlega hvort þið eru í fyrri athöfninni eða seinni athöfninni. En það búið að skipta þessu svona upp. Fyrri athöfn, hún hefst klukkan 11 og þar eru nemendur Tæknimenntaskólans, Byggingatækniskólans og Hönnunar- og Handverksskólans. Þannig að þetta eru 3 skólar sem taka þátt í fyrri athöfn. Og kemur fram í upplýsingapósti sem hefur verið sendur út og verður aftur sendur út að útskriftarnemendur þið þurfið að mæta 45 mínútum fyrir athöfn. Þannig að þið þurfið að vera mætt minnstakosti klukkan korter yfir 10 eða í síðasta lagi. Það bara svo að við fáum tækifæri til þess að sýna ykkur hvað þið eigið merkt sæti og svo að þið getið verið komin í ykkar sæti áður en að gestir mæta. Þannig að fyrri athöfn klukkan 11 og það Tæknimenntaskólinn, Byggingatækniskólinn og Hönnunar- og Handverksskólinn. Seinni athöfn, hún hefst klukkan 14. Þar eru aðeins fleiri skólar en samt hún svona fámennari. Það Raftækniskólinn, Véltækniskólinn, Skipstjórnarskólinn, Upplýsingatækniskólinn og svo Meistaraskólinn. Þannig að nemendur sem eru í meistaraskóla, það skiptir í raun og veru engu máli hvaða fag þið eruð að læra. Það eru allir meistaraskólanemendur sem að mæta bara saman. Það að segja ef þið eruð í iðnmeistaranámi. Og þetta verður líka bara röðunin á í raun og veru útskriftinum, bara svo áttið ykkur á því. Þannig að við byrjum á Raftækniskólanum, förum svo í Véltækniskólanum og svo framvegis. Það sama gildir hér, nemendur sem eru að mæta í seinni athöfn verða að vera mætt að minnstakosti 45 mínútum fyrir athöfn svo að þið fáið tækifæri til þess að finna ykkar sæti. En allir nemendur fá að sjálfsögðu merkt sæti og við hjálpum ykkur að finna þau og stilla ykkur upp svo að þetta gangi allt svona hratt og örugglega fyrir sig. Gestir, þetta fer að sjálfsögðu líka svolítið eftir hvað það eru margir sem staðfesta komu sína í athöfnina. En eins og staðan núna, þá getum við bara ekki boðið ykkur að taka fleiri gesti heldur en 2. Og það bara sambærilegt við langflesta framhaldsskóla og háskóla sem eru með útskriftir.
Þetta bara mjög fjölmennur hópur. Það eru 460 einstaklingar að útskrifast úr tækniskólanum og þó svo við skiptum hópnum í tvennt, þá bara salurinn ekki að taka fleiri heldur en 2 gesti per nemendur. Það getur þó verið að við getum veitt einhverja undanþágur ef að það bara þannig að það mæta ekki sem sagt fleiri heldur en 83% nemenda til útskriftar. Þannig að þið eruð að fara að fá tölvupóst núna í þessari viku frá ykkar skólastjóra þar sem að þið verðið beðin að staðfesta mætingu í útskrift eða þá láta vita að þið komist ekki. Og ef þið komist eða komist ekki, þá bara mjög mikilvægt fyrir okkur að vita svo að við getum svona gert ráðstafanir. Tímalengd. Við erum að útskrifa eins og ég sagði rúmlega 460 nemendur og þetta nánast svona jafnt í sitthvorri athöfninni. Það eru sirka 215 í annari og svo svona 245 sirka í hinni. En við erum að gera ráð fyrir 1,5 klukkustund í hvora athöfn fyrir sig. Þannig að þið bara, þessi svona áætlun, hún hefur bara staðist hjá okkur alveg upp á mínútu. Við erum búin að gera þetta það oft að við getum bara sagt ykkur að þetta muni ekki taka lengri tíma heldur en 1,5 klukkustund, sem bara mjög þægilegur tími miðað við, ef að segja, athafnir hjá öðrum skólum sem að geta verið mun lengri. Þannig að gerið þið ráð fyrir því að það sé 1,5 tími sem að fara í athöfnina. Og svo förum við hérna bara svona aðeins í spurt og svarað, bara varðandi skipulagið. Það bara þannig að við byrjum allar svona útskriftar athafnir tækniskólans á bara stuttri svona ræðu frá aðstoðarskólameistara sem býður fólk velkomið, svo kemur tónlistaratriði og svo byrjum við bara að útskrifa og líkt og ég sagði áðan þá röðunin á skólanum, þar að segja á hvaða skóla við byrjum, það kemur bara fram á vefsíðu tækniskólans. Við getum bara stokkið þetta tilbaka og séð í fyrri athöfn byrjum við á tæknimenntaskólanum, förum svo í byggingatækniskólann og endum á hönnunar- og handverksskólanum. Og í seinni athöfn byrjum við á raftækniskólanum og endum á meistaraskólanum. Og þetta gengur bara mjög hratt og örugglega fyrir sig og við munum alveg aðstoða ykkur, biðjum ykkur að standa upp, mynda röð alveg upp að sviðinu og svo kemur þetta bara koll af kolli. Það útskrifað einni námsbraut í einu, þannig að eru til dæmis svo útskrifast úr raftækniskólanum, þá byrjað á rafvirkjum og svo koma rafeindavirkjar og svo framvegis. Þannig að þið fáið útskriftarskírteini frá ykkar skólastjóra sem að fara að útskrifa ykkur og allir nemendur fá líka svona barnælu sem að bara með merki tækniskólans og það þannig að við bjóðum upp á einstaklingsljósmyndir þannig að hver og einn nemandi hann getur fengið eina mynd af sér og getur svo nálgast hann á vefsíðu tækniskólans að lokinni útskrift. Ef þið viljið ekki láta taka mynd af ykkur þá bara sjálfsagt mál, þá segið þið bara nei takk við ljósmyndarann. Varðandi húfur, þá það bara þannig að það undir ykkur komið. Ef þið viljið útskrifast með húfu þá bara getið þið gert það, en við hjá tækniskólanum, við erum hvorki að sem sagt að vísa til þess að fólk bara verði að vera með húfur eða ekki. Það bara 2 fyrirtæki á Íslandi sem að selja svona húfur. Ef þið eru ekki búin að kaupa húfur og langar til þess að gera það, þá mæli ég með að hafa samband sem fyrst. Og það bara mjög einfalt, þið bara googlið útskriftar húfur og þar kemur þetta upp. Fyrirtækin Formal og P. Eiffelt. Já, og þá hér sjáum við bara svona brot af þessum útskriftarmyndum sem að nemendur geta nálgast að lokinni útskrift.
þá ætla ég bara að hleypa spurningum að. Gjörðu svo vel. Ég vildi bara spyrja sko stúdentarnir og þeir sem eru í jarðvirkjun, hvar mæta þeir og hvenær? Þeir eru hluti af véltækniskólanum sem seinni athöfn. Ok, takk fyrir að láta mig vita. Yes. Eða þú ert stúdent líka? Já, það í þannig, ef að þið eru nemendur sem eru að útskrifast af ákveðinni svona iðnnámsbraut eða fagbraut og eru líka að útskrifast sem stúdentar, að þá eru það að mæta í þá athöfn þar sem að fagbrautin Þannig að rafvirkjar sem eru að útskrifast úr raftækniskólanum og eru líka á stúdentsbraut, þið mætið í útskrift hjá raftækniskólanum. Þannig að jarðvirkjun... Já, ég bara taka dæmi. Já. Þannig að jarðvirkjun þá véltækniskólinn? Já. Ok, takk fyrir. Eru fleiri spurningar? Ég sé að sum ykkar eru búin að rétta upp hönd. Afsakið. Já. Hver dagsetningin á þessu? 30. maí. Já. Ok. Ég hvet ykkur til þess að skoða vefsíðu Tækniskólans. Þar eru allar helstu upplýsingar í frétt sem heitir bara útskrift Tækniskólans og svo eigið líka að vera með tölvupóst frá ykkar skólastjóra. Sé hérna, Daniel, þú ert með upprétta hendi. Ert þú með spurningur? Nei. Nei, allt í góðu. En þú, Korka? Já, hæ. Ég ætlaði bara að spyrja hvort að útskriftinni sé streymt. Já, það beint streymi frá útskriftinni og hlekkur á beina streymið bara birtist á vefsíðu Tækniskólans bara í raun og veru á föstudeginum áður. Þannig að bara nýtið ykkur endilega, hvetið ykkur til þess fyrir alla upplýsingagjöf, fariði inn á fucking vefsíðu Tækniskólans. Það bara allt sem þið þurfum að vita. Ég bara svona get ekki innbráð því nóg við öll sem hafa samband við okkur. Hún Sigurborg sem sér vefsíðuna, hún skellir upp öllum upplýsingum þar. Það ein spurning svar. Já. Hvernig stendur á því að við vélfræðingarnir fáum ekki að vera bara að sér í hátíðasólum? Ég heyri ekki alveg, hvað sagðirðu? Nei, fáum við ekki. Það byrjuð. Þú ert að spyrja. Akkur eru vélfræðingar ekki bara hafðir á fyrir, þannig að sé hægt að hafa verið með brjóta að vera niður. Þannig að getur verið með fleiri gesti. Ég bara, já, við bara erum ekki að fara að breyta því núna. Hverjir eru með og gröfuð eitthvað? Jarðvirkjar, heita það. Eru fleiri spurningar? Það eru nokkrir sem eru búin að spyrja í chatinu, kannski kíkja á það. Já. Þeir sem eru að útskrifast á meistaraskólanum þurfa ekki stúdentshúfur, það nokkuð? Það eru til stúdentshúfur fyrir iðnmeistaranám, það í raun og veru bara rauða húfan og ef þið viljið vera með þá húfu þá það bara guð velkomið. Þessi fundur tekin upp, þannig að ef þið mistuð að upphafi fundarins þá bara mæli ég með því að þið hlustið aftur á fundinn. Það hægt að nálgast hlekk á vefsíðu Tækniskólans. Og ég sýnist flestar spurningar að vera komnar þannig að ég bara þakka kærlega fyrir og við sjáumst í Hörpu 30. maí. Munið að mæta tímalega. Takk fyrir.